Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þið kannski sáuð páskana kvikmyndina Jörðin undir fótum okkar. Mörguleyti áhugaverð mynd. Hún sýndi hæg myndskeið af öldruðu fólki og sumum fannst þessi mynd alveg einstaklega falleg, ein besta mynd sem að það hafði séð, las ég á félagsmiðlum, en öðrum fannst hún algjörlega ömurleg. Kannski vegna þess að hún sýndi okkur ákveðin veruleika sem við höfum svolítið sum okkar kjósað að hafa bara lokaðan í einhverju skúfu. Síðan rak ég augun í grein á Vísi sem bara yfirskriftina þegar öldrun birtist okkur eins og hún sem einhverju leyti innblásinn af þessari kvikmynd og ég hugsaði með mér, já, mér langar að ræða þetta mál við höfund greinarinnar sem iðjuþjálfi og hefur umsjón með farsælli öldrun þekkingar miðstöð og hún komin hingað, hún Berglind Indriðadóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér að koma. Já, takk fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að huga að öldrun og því æviskeiði sem að mörg okkar eru svona flótta undan í hugan en ekkert fær umflúið. Ef við erum heppin, þá munum við ganga í gegnum öldrunaræfiskeiðið og já, ég sagði þér það þarna fyrir áður en við hófum upptakana að ég hef nú sjálfur skrifað bókun Dauðan, þannig að ég ekki hræddur við að fjalla þessi mál og færa okkur yfir í þessa heima og ég mjög ánægður með það að þú skildir skrifa þessa grein því að þetta er við þurfum að gefa þessum málum aukinn gaum. Þú hefur þitt mál á því að segja þegar ég heyrði af því fyrir nokkrum misserum síðan að íslensk heimildamynd daglegt líf á hjúkrunarheimili væri bígerð fylltist ég eftirvæntingu að sjá útkomuna og réttilega bendur á að það sé ekki hverjum degi sem að slík mynd gerð. Hvað fannst þér sjálfri þessa mynd ef við gefum okkur að nægilega margir áhorfendur og hlustendur hafi séð myndina því að hún var á RÚV páskana til þess að þeir geti svona samsamað sér eða ekki með þínum orðum. Hvað fannst þér myndina? Mér fannst hún bara frábær. Já. Ég greip tækifærið þegar hún var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni RIF í haust. Já. Og fór að sjá hana þar. Já. Og síðan fór hún í sýningar í Bíó Paradís og fekk bara mjög góða aðsókn þar. Já. En það er náttúrulega alltaf þannig að þú velur svona eftir áhuga sviðinu hvað þú ferð að sjá í bíó. Já. Og þú náttúrulega svona oftar en ekki fólk að velja eitthvað sem að það svona, já, höfða til þess að af einhverjum ástæðum áhuga eða það var náttúrulega eitthvað aðstandendum myndarinnar og náttúrulega aðstandendur þeirra sem að komu fram í myndinni voru í salnum þegar hún var á RIF. Já. En svo náttúrulega þegar hún kemur svona bara óumbeðið inn í stofu í sjónvarpinu og svona í þessari línilegu opnu dagskrá, þá náttúrulega fara að sjá hana aðrir sem að hafa kannski ekki endilega beðið hana eða hafa ekki áhuga. Þetta var svona frídagur og fólk að lenda sér eftir páskana og svona með restandar af páskaegginu. og mér fannst bara svo ótrúlega áhugavert af því að ég hafði svona bara fylgst svona aðdáun að myndinni og hún náttúrulega hreyfði við mér og þó ég sé svona hvað ég segja, að verða sjóuð í þessum öldrunarbransa að þá náttúrulega bara er alltaf þetta mót við manneskuna einstakt og mér fannst svo bara skein í gegn svo mikil mennska, mikil nærgætni og virðing Yrsu fyrir fólkinu og það er náttúrulega mikil styrklegi myndarinnar að hún kann til verka. Já. Og bæði sem leikstjóri en líka sem sjúkraliði. Já. Og þannig að hún mætir til leiks algjörlega undirbúin og gerir þetta stórkostlega vel. Samanlega, mér kom það óvart hvað
órökræn samskipti í svona ákveðinni merkingu voru falleg og hvað ófullkomleikin var fallegur og mér kom það á óvart hvað þessi snúningar og þessar kröfur sem að ungt fólk gerir til þess að allt sé fellt og slett frá móti kvölds og hvað þessi snúningar allir voru fallegir sennilega vegna þess hvað mikil virðing var sýnd. Já. Þetta var já, bara þú veist, fólk var að tala svona að myndi væri langdregin en myndin, mér fannst nú bara sýna það það eru 24 tímar í sólarhringnum og það eru 7 dagar í vikunni og fólki náttúrulega bara og þetta svona öðru vísi þegar fólk kemur og fer í stuttar heimsóknir eða á vaktinni sinni að það sýnir náttúrulega annan veruleika heldur en bara fólki sem á heimilinu, heimilisfólkið og býr þar og þar allan daginn, alla daga að svona þessi hægi taktur og svona þetta sem við talaðum að vera langdreið, það í raun og veru bara lífið. Það er bara lífið. Já, þegar maður komin út úr svona hringaikjunni. Já, og það náttúrulega oftar en ekki á hjúkrunarheimilum alls konar dagskrá í gangi, kannski svona meira að dagtímanum á virkum dögum, alls konar viðburðir og það var ekkert mikið sýnt af því. Nei. En þetta var svona meira bara lifaða lífið, þú veist. Þetta var algjör andstæða við öll fréttainslögin sem við sjáum í fréttum. Þegar ég hef nú sjálfur verið sjónvarpsfréttamaður. Maður fer kannski 80 sekundur til þess að fara inn á eitthvað, við kölluðum þetta elliheimili í gamla daga. Fara og helst að finna eitthvað tressan gamlingja og hann kannski man eitthvað og svona og svo einhver með harmonikku og einhver að dansa og þetta svo mynd sem við höfum viljað sýna. Já. En þessi mynd gerði það ekki. Nei. Og það fannst mér bara vera fegurðin í myndinni. Já. Að það var ekkert verið að búa eitthvað til. Nei, það var ekki verið að búa neitt til. Og þannig að ég var mjög hrifin og þetta eins og svona rifjaður upp úr greininni að þetta ekkert oft sem við fáum þetta innlit. Nei. Og að fólki sé með orðið að fólki sjálft sé í öndvegi. Ég hef hort á einhverja norska seríu þar sem að þátt að gera konar flutti inn á alls konar stofnanir, var þar í viku og var svona að gera grein fyrir lífinu, en það alltaf bara allt annað þegar miðaldra manneskja flytur inn og ætla sér að vera í einhverju hlutverki sem einhver íbúi, en hún alltaf fylgdist með og sá og spurði og tók þátt í samtölum og allt svoleiðis, en þetta var bara allt öðrum toga og bæði náttúrulega mjög, þú veist, það var mjög upplýsandi að fá svona þetta innlit á þetta norska hjúkrunarheimili en þetta, ég veit ekki til þess að hafi verið gerð svona mynd hér og þetta mjög þarft af því að þetta svona, það svona bara ákveðin hvað segja, sín utanfrá á hjúkrunarheimili og bæði meðal almennings en líka bara meðal fagfólks. Þetta sé svona einhvern veginn ekki eftir svona vert að vinna í öldrunarþjónustu eða einhvern hátt ekki sama svona prestís í kringum það eins og aðrar greinar. Má ekki hreinlega segja að það bendi margt til þess að þessi veruleiki sé veruleiki sem við höfum svolítið alist upp við að sé bara erfiður, óþægilegur við stofnana útísum þessum aldurskeiðum. Fólk farið af heimilunum, það ekki lengur þannig að kynslóðir annist kynslóðir inn á heimilunum. Þetta bara heimur sem að við höfum svolítið hafnað. Já, kannski ekki að hafnað en svona láti pínu svona afskiptalausan. Og ég held að partur af því eru þessar tilfinningar og hugsanir og líðan sem að ég var svona að reyna að draga fram í greininu það að þarna svona eitthvað í vændum sem okkur finnst óþægilegt. Þetta alltaf bara kjarna svolítið í þessu máltæki sem að
þú og áhorfandur eflaust þekkja þetta með hvað er það sem allir vilja verða en enginn vill vera. Já. Þú veist, það er þessi ótti við það, þú veist, mun ég halda heilsu, mun ég þurfa aðstoð, mun ég stundum kalla svona öldrunar ótti og af því að maður gengur ekki aðeinu vísu með það, þú veist, þó að fólk ástundi var hættur öllum lýðheilsu ráðum og annað að þá getur bara alveg bröðið til beggja vona með það hvernig heilsufar og færni er á efri árum. Akkurat. En sko, af hverju heldur þú að býsna margir Facebook-vinir mínir hafi lýst í að þeim finnist myndin óþægileg? Já, við erum búin að tala þessa langdregnur sinnur og þetta sé bara ekki við hæfa að sína skorpið, hold í löngum myndskeiðum og það er eitthvað elli, glöp og það var það sem ég vísaði til sem mér fannst órökræn samskipti, mér fannst þú falleg vegna þess að mér fannst að þegar þú ert orðin svona gömul og þú ert í þessu umhverfi, þá er enginn sem segir þér hvernig þú ætlar að vera. Mér var fallegt frelsið í því og virðingi sem var borin fyrir því. Algjörlega. En ég held að þetta sé svona nú misti ég aðeins þráðinn hvernig þú byrjaði spurninguna. Já, ég held að ég hef sjálfur mist þráðinn en ég var bara veltaði fyrir mér sko af hverju þolum við ekki að sjá skorpið fólk? Já, akkurat. Sem dæmi? Akkurat, það er náttúrulega kannski bara þessi tilfinningar og fólk kannski er að hugsa, þú veist, mun ég verða svona? Þú veist, þetta getur róta við fólki sem er búið að gangi í gegnum það reynslu að fylgja foreldri eða af og ömmu í gegnum þannan heim. Og þetta getur bara rifjað upp alls konar krefjandi og erfiðar kringumstæður. En líka náttúrulega bara voru margir sem upplifðu bara góða tilfinningar og fannst þetta gott og notalegt. Veist, þetta er náttúrulega bara algjörlega einstaklingsbundi hvernig viðbröðin voru. Já. En ef maður þekkir ekki einhvern heim, þá er maður kannski með svona viðkvæmugakvartunum og með einhverja fordóma og maður verið hissa og er ekki lærdómur í sá að við þurfum einhvern veginn að breyta hegðun okkar þannig að þetta verði eðlilegur hluti af okkar mynstri? Jú, ég bara myndi fagna því að þetta er svona bara ekki þetta afskipta umhverfi og það væri bara mjög að hafa góða og það er náttúrulega bara oft verið að reyna svona að opna heimilin fyrir gestum. Já. Og fá svona tengja út í samfélagið og náttúrulega til alls konar verkfærakistur sem að þá í raun og veru miða að því að gera lífi þess virði að lifa því bara svo lengi og lifa því er og svona aðferðir og hugmyndafræði í kringum það sem að einhver hjúkrunarheimili hér á landi er að vinna eftir meðal annars grundarheimili þar sem að myndin var gerð. Þannig, og það sem að mér finnst mjög áhugavert að skoða svona bara sem partur af þessari þjónustu keðju öldrunarinnar að það er bara ólík menning svona ólík fyrirtækja menning milli hjúkrunarheimila og jafnvel milli heimila sem að sami rekstraraðili rekur og grundin alltaf bara rótgróið heimili sem er orðið meirinn 100 ára og heimilin draga náttúrulega oft dám af stofnendunum það settur einhver tónn og það er náttúrulega starta svona með þessi mannlegu gildi að annast fólk sem átti mögulega ekki annað athvarf eða og samtakamáttur samfélagsins að setja það heimili á fót á sínum tíma. Þú veist þannig að það er náttúrulega fjölskyldu rekið og á vissan hátt bara heimili þeirra sem að settu það á fót á sínum tíma og það held ég að skili sér á margan hátt í þeirri menningu og þeirri starfsemi sem að fer fram á grund í dag. En þann dag í dag? Ég held að það eimi algjörlega af því eftir ennþá, já. Það er merkilegt. Og svona samanborið kannski við önnur heimili á svipari stærðagráðu eitthvað yngri en að þá er svona
ákveðin bragur sem að fylgir því bara í raun og veru í hvað anda heimilin voru sett á fót. Mjög áhugavert. Myndirðu segja að sé svolítið lottó hvers konar íverustaður býður okkar þegar við ræðum hjúkrunarheimili og öldrunarheimili? Myndirðu gera það? Kannski ekki lottó, en þú veist, það ekkert sama. Heimilin eru ólík. Þau eru náttúrulega bæði, svona talað bæði þetta efnislega og óefnislega umhverfi og þetta efnislega er náttúrulega mismunandi og það er náttúrulega verið að reyna að betrumbæta eldri heimilin og það tíðkaðist náttúrulega áður fyrir bara að það voru fjölbýli, kannski 6-8 manns í einhvern stórum sal og fólk hafði ekkert mikið rými fyrir sína muni og þessu er bara verið að breyta og það þýðir náttúrulega að þegar breytingar er að gangi gegna þá náttúrulega fækkar rýmum og en svo er líka þetta óefnislega það er svona þetta sem að við finnum kannski og heyrum það er menningin og hún er mismunandi og það er bara alveg verkefni að vinna með það og það er náttúrulega svona þekkt kannski bara í þessum heilbrigðisgeira, það er svona ákveðið stigveldi. Þú veist, hverjir setja tónin og hverjir ráða og hverjir taka ákvarðanir og margar af þessum hugmyndafræðum sem að í raun og veru svona snúast þessa persónumiðuðu þjónustu sem að farsælu öldrun er að tala fyrir, að það er snýst það að færa ákvarðanatökuna nær íbúanum. Að hann sé meira við stjórnvölin það hvernig hans lífi er háttað. Já. Þó að hann sé fluttur inn á stofnun. Einmitt. Þetta með herbergin eru enn til hjúkrunarheimili þar sem 3-4 aldraðir einstaklingar deila sama rými? Ekki svo ég viti til. Nei. Það er stefnan og kröfulýsingin hljóðar upp á það frá stjórnvöldum að það sé einbýli og Já, stefna en það er ekki orðið þannig. Það eru einhver öldrunarheimili núna þar sem að 2 eru saman. Sko það er kannski ákveðin munur á hvort það eru svona, þetta sem kalla biðrými, fólk sem er að bíða eftir varanlegu heimili. Þar er í einhverjum tilvikum fleiri en einn á stofu. En þegar ég hóf starf á hjúkrunarheimili 2010 þá var þar ein deild þar sem voru 4 bíli ennþá. En þeirri deild var breytt í annars konar þjónustustig þannig að það er aflagt. En ég hef ekki alveg því miður bara puttan á púlsinu með það hvort að, ég get ekki fullyrt það hvort það sé allstaðar. En það er allavega verið að vinna í því og bara náttúrulega mikilvægt að fólk hafi sitt eigið rými. Þú vannst árabil á svona heimilum. Rakstu augun í það að sumir aldraðir einstaklingar fengju aldrei heimsóknir? Það kom alveg fyrir, já. Bara eins og á öðrum heimilum út í bæ, það er ekkert allir sem fá heimsóknir. Nei. Þá er búið í einhvers konar þjónustu íbúða kjarna eða það breytist ekkert eitthvað þegar fólk eru 67 að það fara allt í einu að streyma gestir ef fólk hefur ekki verið með gestkvæmt hjá sér. Nei, en þarf starfsfólkið að nálgast fólk sem aldrei nýtur snertingar hlýju heimsókna? Verður það meiri áskorun fyrir starfsfólkið að halda svoleiðis einstaklingi sem hamingju sömustum miðað við þá sem eru bara gangandi félagsmála miðstöðar alltaf með glaðværð og barnabörn í kringu sig? Það er náttúrulega bara mjög mismunandi hverjar þarfir hvers og eins einstaklings eru. Og þannig að það er, ég myndi segja að það þurfi bara að vera að meta það í fyrir hvernig einasta íbúa, hverjir hans þarfir eru, hvort sem það eru sálfélagslega þarfir eða eitthvað sem snýra heilsufari, svona líkamlega heilsufari. En það er talað það, því hún nefnir þetta, að svona meðal aldrara til eitthvað sem heitir snertisvelti, kallað húðsult á
dönsku og það svona þetta að kannski bara að þú færði ekki snertingu eða snertir ekki aðra nema í svona þessum aðstæðum þar sem verið að sinna þér einhvern hátt með hreinlæti eða annað. Þannig að það eitthvað sem getur náttúrulega birst í einhvers konar svona tómleika eða vanlíðan á einhvern hátt. Já. Ég fengi nokkrar ábyrningar sem blaðamaður líka í áranna rás að sum hjúkrunarheimili séu vistmenn gjaldi fyrir að þar séu svo margir starfsmenn sem ekki tali íslensku. Og það ætti að vera lágmars krafa í velferðarsamfélagi eins og Íslandi að þegar við skjótum skjólshúsi yfir okkar nýtuborgara sem að hafa kannski unnið frá sér allt vitt til þess að byggja upp velmegun fyrir mig og þig að fólk á svona heimilum hafa minnstakosti aðgengi að íslenskri tungu. Er þetta stórt vandamál á þínum mati? Sko samskipti eru alltaf áskorun. Sama hvort þau eru á íslensku eða öðrum tungumálum og mikið af samskiptum eru náttúrulega bara óyrt og auðvitað náttúrulega bara betra, samskipti ganga betur fyrir sig ef allir tala sama málið, en ég vil bara segja það að þau sem hafa komið hingað til lands og eru að leggja mörkum með því að starfa í öldrunarþjónustunni og annast eldra fólk, að þau eru bara öll að vilja gerð og leggja sér mjög fram og þetta ekkert auðvelt verkefni. Nei. Og ég bara myndi segja að það sé bæði þeirra vegna og öldruði sem eru notendur þjónustunar að það þarf að hlúa betur að. Þú veist, það ekki auðvelt að vera starfsmaðurinn í aðstæðanum heldur. Nei. Og ég þekki það bara að því ég læriði nú iðjuþjálfunina í Danmörku, fór til Danmörku með mína grunn- og menntaskóla dönsku, taldi mér nú færa í flestan sjó. Já, vel gert. Að það ekkert auðvelt að fóta sig í öðru landi þó að maður hafi grunn í tungumálinu og hvað þá þegar fólk að koma af öðrum málsvæðum og það ekkert auðvelt að læra íslensku fyrir alla þó að mörgum takist að gríðarlega vel. En já, ég svona af því ég hef komið að þessum fræðslumálum svona í gegnum tíðina að þá náttúrulega bara hef ég alveg orðið þessi áskynja að það ekkert auðvelt að miðla fræðslu þegar eru þessi tungumála hnökrar en bara mjög ánægilegt að það verið að vinna í þeim málum með svona skipulögum hætti núna en það langþráð að það sé unnið markvisst með íslensku kennslu. Já, og það þá náttúrulega í öllu falli líka betra að sé þó starfsfólk þótt samskiptin séu kannski ekki alveg upp á 100 en að það sé ekkert starfsfólk. Þú ert að segja að við þurft fólk frá öðru löndum til að koma í. Algjörlega og það náttúrulega bara oft þessi óyrtu samskipti og þessi nærgætni og hlýja og virðing að þú sýnir það oftar en ekki líka bara með mjög ríkulegum hætti án orða. Og það bara ofta önnur menning og svona viðhorf í garð aldrara í uppruna löndum þessa fólks. Þannig að það skilar sér oft bara mjög með mikilli nærveru og hlýju. Já. Hvernig segir þú fyrir þér að við gætum svona gert heim öldruðu, eðlilega öldrun, svona hversdagslegri, ekki lítið á hana sem feimnismál, ekki hrokkið við þegar við sjáum skorpna húð og svo framvegis. Hvernig segir þú fyrir þér að við gætum svona, þokað þessum kima æviskeiðana bara inn í dagsljósið og á þess að nokkur þyrfti að hrökkva við? Já, það náttúrulega alltaf flókið að vinna með viðhorf, sko. Já. Og og náttúrulega bara myndin sem nú svona kannski tilumnið þess að ég kom á borðinu. Hún er náttúrulega partur af þessu. Myndin vopn
getur maður sagt? Nei, mér leiðist að tala með svona herskáum hætti. Ok, Ég vil tala, tæki, hún er tæki. hún er leið Já. og hún er aðferð. Já. Og til þess að mitt bara sína inn í innan veruleika. Já. Og bara samtalið og umræðan en svona hvað var það svona daglega starfið, þá náttúrulega bara ég mjög mikil talsmanneski þess að hjúkrunarheimili starfi eftir viðurkenndri hugmyndafræði. Já. Einhvers konar verkfærakistu sem gefur þá verkfæri til þess að vinna í þessum þáttum með viðhorfin, viðhorfi í garð aldraðra, viðhorfi í garð starfsins og svo bara að nesta fólk með kunnáttu til verka. Að það er alltaf þegar starfsfólk er komið í aðstæðunar og upplifir sig ekki hafa þekkingu eða reynslu til þess að sinna, þá verður náttúrulega allt svona stífara, óöruggara. Og það sem að gerist kannski að við missum fólk úr öldrunarþjónustunni ef það er ekki verið að nesta það nógu vel með þekkingu. Og starfsmannavelta er alltaf mjög krefjandi, tekur mikinn tíma og kostar mikla peninga og við erum svona að sjá það að það kannski að setja inn einhvers konar átak í fræðslumálum er að skila oft bara ánæðra starfsfólki sem að gengur öruggara til verka og það skila sér í að íbúinu líður betur. Já. Kannski enda þetta á einni viðkvæmri spurningu varðandi lyfjagjöf. Maður heyrir stundum að við höfum gengið aðeins svo langt í því að bara bæla niður hvaðir okkar tilfinningar. Þar á meðal er náttúrulega sársauki með lyfjagjöf og eru öldrunarheimili landsins, er fólk of lyfjað á þeim eða eru þær stöður jafn ólíkar og menn eru margir eða hvert er þitt viðhorf gagnvart þessu? Já, sko ég er nú svona talskona þess að þegar er búið að útiloka allar svona líkamlegar ástæður þess að fólk sé með óróleika eða eitthvað sem er kallað svona hegðun sem að vekur áhyggjur, að þá sé unni með aðferðir sem að bæta líðan aðrar en að gefa róandi lyf. Og þannig að en ég hef svo sem ekki nýjar tölur það hvernig þessu er háttað núna. Það hafa náttúrulega verið gerðar rannsóknir á þessu og og það er náttúrulega fylgst með lyfjanotkun í gegnum þetta mælitæki sem að fylgist með raunverulegum aðbúnaði íbúa á hjúkrunarheimilum, svo kallar ræmat. En ég hef ekki nýjustu tölur það, en það er allavega einn af þeim gæðavísum sem að er fylgst með að sé ekki svona yfir rauðu línuna. Já, en þú treystir allavega ekki til þess að álykta að við séum einhverjum á villigötum með oflyfjagjafir í þessum geira? Nei, ég bara treysti mér eiginlega ekki til að svara því, af því að ég er ekki alveg með svona puttan á púlsinum með það, en það hefur svona bara almennt í öldrunarþjónustu er þetta eitthvað sem er verið að vinna með og það er átaksverkefni í nágrannlöndum okkar þetta að draga úr notkun sterkra geðlyfja til dæmis á hjúkrunarheimilum. Að nota aðra leiðir og fyrirbyggja líka að í raun og veru grípa inn í áður en að hlutir eru komnir í óefni. Já. Rétt í blálokkin Berglind, hvers vegna er þessi málaflokkur, öldrunin, þér svona hugstæð? Hvers vegna brennur þú fyrir þessu? Já, stóra spurningin. Sko, ég er nú bara, það er nú svona eiginlega tilviljun að ég byrjaði að vinna í öldrunarþjónustu þegar ég kom heim úr náminu og ég var svona búin að verða vör við það í náminu að öldrunin þótti ekkert eitthvað svona gráti yfir því að þurfa að fara í vettvarsnám á hjúkrunarheimili meðal samnemenda minna, þótt ekki spennandi. En ég svona bara fann mig á þessari hillu og ég held að það stafi einhverju leiti að því að ég ólst upp í þessu umhverfi sem þú lýstir áðan þar sem kynslóðna voru saman. Já, einmitt. Og hafði mikið af afa mínum að segja sem var langlífur og ömmum mínum báðum. Já.
og þetta bara er eitthvað sem að fylgir að já, ég bara ólst upp við það að þeirra líf var bara partur af okkar lífi. Öll þekkingin sem að þarf að færast á milli kynslóða, hvað það er gaman að vera barn og heyra segja sögur og allt það sko. Já, algjörlega. Amma mín, hún var í mjög mörg ára á svona, sem þá var kallað svona langlegu deild á sjúkrahúsi og einmitt deildi herbergi með fleiri konum og ég ólst upp við það að það var ekki farið í Kaupstað nema að koma við hjá ömmu. Það voru ekki mjög skemmtilegar heimsóknir alltaf. þannig að þar kemur líka kannski inn þetta með að hafa upplefa kannski hennan hæga takt og stundum leiða og einmannaleika hjá öðrum sem að dvöldu á þessari deild. Langa til að laga og það verði betra ef ég verð svo heppin að verða gömul kona á hjúkrunarheimili. Já, ef þú verður svo heppin. Það er einmitt eins og þú nefndir áðan og við gleymum því stundum að það er heppni að komast í þessar aðstæður. Já, hinn kosturinn er ekki okkur finnst hann síðri, hann er ekki líflegur. Það frábært að fá þig hérna að Rauðaborðinu til þess að ræða þetta. Berglind Indriðadóttir, iðjuþjálfi, alltaf áfram að skrifa greinar öldrun og takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér að koma, gaman. Og við ætlum að fara úr öldrun yfir í ungt fólk sem stendur sér vel í listinni eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is